og hér flautar hann til leiks og það eru Keflvíkingarnir sem byrja með boltan og það er Sindri sem að kemur boltanum hérna langt af völlinn á Stefán Ljúbisic sem að var í miklu stuði í þessu leikjum á móti í Njarðvík skorín en ákomin verjast þessu þetta það er Sindri með alla sína reynslu kemur boltanum hérna út til vinstri og þá kemur sendingin fyrir markið en hún er slök og þeir reyndar af varnarmanni og afturfylkingar hafa aldrei verið svona að fara upp og niður með þetta dilda hikið með sending fyrir markið og hér er færi og býður við þarna er aukaspyrna, já það er aukaspyrna hann fór með hendina þarna í hafa fjölbreytt vopnabúr en hér koma hákamenn og þetta Dagur Ingi Axelsson og hér kemur sendingi fyrir markið og skallin er rétt fram hjá þarna skall hurnar í hælum og aftur og hér kemur skotið og það er fram í markinu sem engin hætta þarna halda sig mjög vel í sumar það voru Keflavík hér kemur sendingin og tegin og þetta er mark Keflvíkingar eru komnir yfir frábær sending inn á vítategin og skalli að frekar stutt Páll með skiptinguna yfir til vinstri, þetta er vel gerst Arnlúl, hvað gerir hann? Fyrirgefastöðu eins og áðan og fer hérna utan á þá og hér kemur skotið og þetta er 2-0 Eiður Orri Ragnarsson gerir þetta glæsilega Keflavík 2 HK 0 eftir 18 mínútna leik já hérna þetta er virkilega vel gert og hér kemur skotið og hann snýstir hérna á Stefán það gekk Ljúbisic það gekk ekki og hér kemur Stefán og hann Sindri sig og hann er með skotið en þetta er nú auðvelt fyrir Ólafur í Anton Heiðar Óleitum Eiður Orri, þetta er vel spilað og Nassum með sendinguna og þetta var dauðafæri sem að Keflvíkingum tókst ekki að nýta það var kemur lungsending fram völlin og það redda þetta og hér kemur skotið og það var Artur Ari með Alku sem tekur aukaspyrnuna hún er góð og hér nája, það er búið að dæma aukaspyrnu og ganga fullkomlega já, maður sér að líka að býðir nú við, hér koma Keflvíkingar og Eiður og hann er með skotið og í hliðanettið þarna opnaðist vörnin í HK enn og aftur já, það er eins og nei, það er Alglúð með sendinguna og þessi leikurinn Keflvíkingar eru kom nei, það er Alglúð með sendinguna og þessi leikurinn Keflvíkingar eru komnir í 3-0 og það er Frans Elvarsson fyrirliði sem skorar og fagnar að hætti hússins Keflvíkingar eru bara gjörsamlega að ganga frá þessu leik hérna í fyrri hálfleik Frans Elvarsson með þriðja markið á markamínútunni þeir í 43. ef við vísum nú í gamla skólan Keflavík 3 HK 0 sjáum hérna endursýninguna aukaspyrnan og Frans kemur boltanum hérna út til hægri á Tumi með sendinguna þetta er fín sending en Sindri grípur hérna vel inn í það var frábært fyrir Keflvíkingana að fá hann aftur heim og býðum við hér koma Keflvíkingarnir þeir eru komnir í dauðafæri og ég kemur skotið á boltinn í þverslána já og Eiður með sendinguna út á tegin og frábær spilamennska og hér er Sindri og hann ætlar að vaða á markið og hann gerir það en Ólafur Örn með þetta allt upp og nei, hér kemur skotið og það er rétt yfir markið ágætið hann kemur nú ekkert út úr þessu og býðum við hér er sending engin ráðstæða Kári með boltan og Aron sækir að honum og þetta er skemmtileg sending hér og hér er dauðafæri og hér tekst Ólafi Erni að verja Mari já, það eru þeir Magnús Arnar Pétursson og Tumi Þorvarsson sem koma að velli í HK býðum við hér er tækifæri og þetta er Kári í ágætisfæri eftir þessu aukaspyrnu en fyrir
30 metrum pluss, ég kemur skoti og þetta nú auðvitað æfingabolti fyrir Ólaf Örn og hann fljótur að koma honum í leik á Ívar og nú reyna Hákon að sækja hratt Rú einhvern veginn í þessu verkefni finnst manni. Slögsending enn og aftur, Kári þarna fær boltan og Viktor Kári, hvað gerir Kári og hann skorar 4-0 fyrir Keflavík. Keflvíkingar eru komnir upp í bestu deildina segi ég og skrifa, þetta staðfest 4-0. Þetta það sem hefur verið kallað 70 milljón króna leikurinn, það það mikið í húfi fjárhagslega að komast upp, það mikill bónus og ef að liðinu tekst að festast, hafa spilað vel úr sínu og gert þetta frábærlega, það er sannarlega dansað og trallað hérna á pöllunum. Sindri hérna í pínu skóaferð en ég kemur síðan skot og Sindri mistir bolta frá sér og þetta var Jóhann sem átti þetta færi en Vestlána og já, þeir fá hérna hornspyrnuna eða hvað, nei, hér flautar Vilhelmur Aron til leiksloka. Keflvíkingar eru komnir í bestu deildina, taka hér Hákonin í bakarið, vinna á 4-0 og Keflvíkingar innilega til hamingju með frábæran endarsprett á þessu tímabili. Hugsvík og ég verð að segja það, ég samgleðst þeir innilega og hérna sjáum við stemninguna í stúkunni. Þeir eru hérna að fagna með sínum mönnum. Sindri markvörður og hérna Elvarsson fyrirliði Keflvíkinga lyftir hér á loft byggarnum, silfurbyggarnum fyrir að komast upp úr lengjudeildinni í bestu deildina til hamingju Keflvíkingar. Ágúst Gylfason, ef maður horfir á þetta Keflavíkurlið, var ekki dálítið svona reynsla sem að sildi þessu heim svona í þessum leik fyrst og fremst og hvernig Haraldur Freyr eiginlega sett upp leikinn. Já, hvernig Halli laði upp leikinn og reynslan í liðinu og frammistaðan í þessu leik og á þessum degi. Þetta bara dagur Keflavíkur og heilt yfir bara eiga þetta skilið eftir frábært sísón. Við vorum svona að ströggla svona frameftir og komum svona bakdarmegin inn í úrslitakeppnina og sigla þessu bara heim hérna á Laugardalsvellinum sem bara vel gert hjá þeim. Engin spurning, en það sé á Rúnar varamarkmann Keflvíkinga sem þurfti nú að taka leiki í sumar og